Við ætlum að skella okkur til Vestmannaeyja og við ætlum að fara á barinn. Við ætlum að fara á fiskibarinn, Strandvegi 1 í Vestmannaeyjum og þetta eins og segir hér í þessari skemmtilegu tilkynningu, lítill sætur staður, veitingabar, þar sem hægt að setjast niður og borða eða taka með sér út. Og það Jónas og Sæjun sem að sjáum að rekka þetta og Jónas á línunni, heill og sæll. Já, blessaður. Við ætlum að fara á barinn. Já. Já, sjálfsögðu. Það fiskibarinn? Það fiskibarinn. Þetta það nú dágóður tími síðan að það hefur verið fiskibúð þarna í Vestmannaeyjum, ekki? 20 ár er mitt tjáð. Já, ég var að spjalla við félagi minn daginn og þá kom þetta akkurat upp, fiskibarinn í Vestmannaeyjum og vorum við að tala um að það er ansið skrítið að það hafi ekki verið fiskbúð í Vestmannaeyjum í öll þessi ár. Já, það virðist að enginn hafi lagt út í það en þetta er kærkomin gjöf fyrir bæinn. Heldur betur. Hvað var til þess að þið ákveða að fara út í þetta? Já, við ákveðum að flytja til Vestmannaeyja og vorum komin með báða fætur og þurftum að finna okkur eitthvað að gera og þetta var bara gamall draumur. Jú. Og þú ert náttúrulega ekki nýgræðingur í eldamennsku? Nei, ekki beint. Ekki beint? Þú ert náttúrulega meistarakokkur? Það er víst, já. Það er búin að standa í þessi mörg ár og en þetta er svolítið öðruvís að fara út í að reka fiskbúð eða reka eldhús og á matsölustað. Já, nákvæmlega. Hvað er fiskibarinn að bjóða upp á? Já, við bjóðum upp á ýmsa tilbúna rétti beint í ofnin eða fólk getur komið inn og fengið sér fisk og franskar eða humarsúpu og... Já, það getur sest niður og fengið sér að borða. Já. Og við höfum nú líka gert það fyrir fólki að matreiða bara beint úr fiskiborðinu, sko. Mhm. Þannig að fólk getur fengið ísurétt með kóríendursósu eða eitthvað og kartöflur á disk og sest við barinn og borða það. Já, nákvæmlega. Hvað er svona vinsælast hjá ykkur? Já, fiskur og franskar að slá illilega í gegn hérna. Illilega í gegn? Fish and chips? Fish and chips. Það er eitthvað sem klikkar seint? Það klikkar ekki, sko, fólk. Þetta er eitthvað gamalt í Eyjum að fólk hafi verið að fara til Englands og fengi fisk og franskar þar. Já. Og matreitt á þennan hátt sem ég gerði það og þetta dregur fram einhverju gamla minningar hjá mörgum. Já, jú. Já, þetta er alltaf að koma meir og meir inn hérna á Íslandi, fish and chips, þetta er náttúrulega, englendingar og þeir finnst þetta alveg æðislegt. Já, og túristarnir eru bara virkilega glaðir fyrir þetta, sko. Já, nákvæmlega. Túristinn, hann er alveg í fullri sveiflu þarna í Eyjum, eða ekki? Jú, það má eiginlega segja það. Það er mjög mikið að gera í Uglabyggðinu, sko. Já, er ég að trufla þig? Hæ? Er ég að trufla þig? Nei, ég er alveg rólegur, sko. Við erum bara að opna núna klukkan 11. Já, glæsilegt. Og við erum alveg tilbúin til þess að taka móti fólki, sko. Auðvitað. Og þeir eru með opið alla daga? Við erum með alla dagana með sunnudag. Já. En við verum með opið alla þjóðhátíðina en við ætlum að vera með loka á þriðjudaginn. Já. Það sem að fiskimarkaðurinn er líka lokaður og við getum ekki boðið upp á nýjan fisk fyrir á miðvikudaginn. Mhm. Nákvæmlega. Þannig við ætlum líka bara að taka þér rólega eftir þessa verslunarhelgi sem er að gangi í garð. Já. Sem segir manni það að þið eru alltaf með ferskan fisk. Já, við verslum alltaf markaði hérna í Vestmannaeyjum og það er bara frábært að geta gengið að því vísu. Já, nákvæmlega. Þeir eru þarna með fish and chips, þeir eru með humarsúpu, þeir eru með rækju, pasta, salat. Já, verslunarhelgina og svo verðum við með ísurétt. Já. Með kóríander og svo verðum við með þorskrétt með mango karrísósu. Mhm. Og fólk getur bara að setja beint í ofnin og bóði gestum og gangandi upp á yndislegan fiskrétt. Nákvæmlega. Þetta hljóma vel og þið ætlaði að vera með opið, frá 11 til 20, alla daga fram yfir Vestló? Já. Þannig að það verður vonandi líf og fjör. Jónas, takk hérlega fyrir spjallið og ég segi bara gangi ykkur vel og góða helgi. Ætlar að vera að vinna alla helgina? Ég verð að vinna alla helgina. Ég er ekki að fara, ég tek þátt í brekkusögnum. Já.
Ég segi bara gangið vel og góða skemmtun. Já, takk fyrir það. Takk fyrir þetta, bless.